Akureyri og Ísafirði. Komið sæl, skulum hefja yfirferðin í kvöld á að líta á stóra yfirlitskortið okkar. Við erum með þessa miklu hæð hér yfir meginlandinu og lægðirnar eru koma hérna í rauðum nokkuð vestarlega sem gerir það að verkum að við erum hérna inn í hlýjum loftmassa. Við sjáum það betur á hitakortinu á eftir. En þróunin til morguns að lægðin hér á Grænlandssundi þokast hérna norður eftir. En svo koma hinn skilin inn hérna hádegi á morgun og fara yfir landið og meðan það eins og sé áður sagði eru hérna þetta vestarlega þá erum við inni til þess að gera hlýjum loftmassa. Við sjáum hér hvernig hitinn kemur hérna, það nokkuð góður hlýr loftmassi sem kemur með syðri lægðinni og fer hérna yfir landið og endist út morgundaginn og eitthvað fram eftir miðvikudegi líka. En þá það kvöldið og nóttin að hérna svona svipað og núna má segja að það svona einhver væta í sig hérna sunnan og vestan til, líklega nægilega skýjað til að halda þessu nægilega köldu, þannig að ekki stirni eins og var í morgun og víða flughált fyrst í morgun. En hádegi á morgun eru skilin komin hér inn á sunnan og vestanvert landið og sums staðar má gera ráð fyrir að úrkoma verði svona nokkuð mikil eins og áveður sunnanverðri Hellisheiði og undir Eyjafjöllum og svona Snæfellsnesi, Barðaströnd, þannig þetta þessi staði þar sem að vindur kemur að landi og þar fellur úrkoman yfirleitt áköfust. Svona þá staðan hádegi, úrkoma hér sunnan og vestan til, hitinn svona 5 til 7-8 stig mjög víða, getur farið í 10-12 stig þar sem best lætur. En það svona frekar úrkomi samt í þessu og síðan ef við horfum á þróun áfram út morgundaginn og fram á hádegi á miðvikudag að þá erum við með frekar meiri úrkomi en var hjá okkur núna síðasta sólarhringinn. Þannig að þetta svona frekar vætsamt en fyrir norðan og austan þá lengst af þurrt og ágætlega bjart inn á milli. Þannig að og hitastigið eins og áður segir þetta svona frá 5-6 gráðum og upp í kannski 8-9 þar sem best er. Síðan þegar við horfum síðan aftur á móti áframhaldið og hvað gerist aðfaranótt fimmtudags það litla lægðin þar sem að eftir leifar lægðarinn að fara hérna býsna nálægt landi, þannig að það kemur þá mun kaldara loft sem sækir að hérna á eftirinni, þannig að líklega þessi bakki hér vestast til orðin slitta eða snjókoma, hangir í rigningu hérna á suðaustur og suðurlandi og hitinn svona nálægt frostmarki, þannig það svona heldur vetralegri úrkoman hjá okkur. Og síðan ef við kíkjum aðeins yfir á föstudaginn þá komið svona suðaustanátt í þetta aftur hér og þegar líður á daginn þá mun koma næstu skilin og það mun þá hlýna aftur með þeim. Í Evrópu á morgun, þessi víðáttumikla hæð hér teygir sig yfir eiginlega allt miðbik álfunnar, bjart á Íberíuskaganum, það lægð hér rétt norðan við Líbíu sem gefur úrkomu hérna langt austur eftir og austur í Svartahaf. Lægðin hér komin til Múrmansk og við í Skandinavíu eru hér í vestlægum vindstreng sem svona frekar svalur en þó ágætlega hlýr miðað við árstíma fyrir þá, en hins vegar eru hitatölur ekkert svona til að hrópa húrra fyrir, upp í kannski 15 stig á Spáni. Og síðan ef við förum til Kanarí, þar nú staðan heldur skárri, hiti svona kringu 20 stig, norðaustanátt og ágætlega bjart veður, þannig þar bara líklega fínt að vera fyrir þá sem þar eru. Úrkoma í algjöru lágmarki í Ameríku, hæði yfir miðri álfunni og býsna sólríkt víða, þó einhver smáél má gera ráð fyrir hér í norðausturhorninu en að öðru leyti fínasta veður. Þannig það bara hið allra besta veður á þeim slóðum. En við skulum þá bara láta þetta gott heita í kvöld og verið þið sæl.